Þetta hljómar ekki beint eins og það sé verið að kalla mann í morgunmat. Ég hef aldrei heyrt að láta svona. Opnaðu segi ég! Þetta eins! Herra Smits! Góðan daginn, herra Bítumann, góðan daginn. Ég ætla að vona að það hafi ekki rokkið upp. Herra Smits! Ég skal lofa því að þetta er í fyrsta og síðasta. Ég vil að þú farir hérna. Farðu segi ég. Hvenær? Á stundinni. Nú? Já, það er ekki neina bíla, þetta er útrætt mál. Ég sagði ekki orð. Annars hringir kona mín í lögregluna og ég get ekki og ég vil ekki reyna að koma í veg fyrir það. Ég læt ekki bjóða mér hvað sem herra Smits, bara því þú ert glímukappi. Eitthvað djöfusins bröltum miðja nætur. Út! 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 Ég hef aldrei heyrt að láta svona þar. Ég heiti Æsenring. Herra mín. Vilhjálmur Mari Æsenring. Hvernig stendur á því herra mínur að þið eru orðnir hér? Tveir? Og það á þess að spyrja kóngi að prest? Þarna sér. Hvað er hér á seiði? Leikfélag Húsavíkur æfir nú stíft fyrir frumsýningu á leikritinu Brennuvörgunum eftir Max Frisch. Enda styttist í frumsýningadaginn og þetta verður sýnt hérna í samkomuhúsinu á Húsavík. Ármann, hvers konar verk er þetta? Þetta er leikrit sem skrifað miðja síðustu öld. Max Frisch sem var svisslendingur og hann var þarna svona framalega í evrópskum leikhús listaverkum eða fremstu leikskáldum Evrópu á síðustu öld. Hann skrifaði meðal hans Andorra sem ýmsir kannast við. Og þarna þetta er svona leikrit sem skrifa fljótlega upp úr stríði og er svona, já það er svona ákveðin ádeila í því á mannlega hegðun sem maður má segja, svona svolítið almennt. Er þetta gamanleikrit eða? Þetta er skrifað svolítið eins og gamanleikrit þó það sé einmitt mjög, allt umfjöllunarefni sé í rauninni alvarlegt sko. Þá er þetta svolítið skrifað eins og hann sé að skrifa gamanleikrit og þetta er skemmtilegt verk. Það er svona svolítið þarna í máli með það. En hvers vegna var þetta verk fyrir valinu hjá leikfélaginu? Nú er það bara mér að kenna, mestu leyti. Ég las þetta leikrit fyrir mörgum mánuðum síðan og hef bara alltaf svona haft það einhvern veginn svona, já, bak við eyrað. Mér langaði að setja upp þetta verk og þegar við fórum að skoða verk núna fyrir þessu uppflutningu þá svona hendi ég þessu með svona bara af því að ég vissi að svona að Leikfélag Húsavíkur var svona hvað líklegast að þeim svona sem leikfélögum út á landi til að takast á þetta sko. Og það var svona fyrst var það nú kannski ekki endilega svona stokkið á þessu en svo fóru fleiri að lesa og þá bara svona myndaðist einhver hugur í fólki að setja upp þetta þannig að ég var mjög ánægður með það. Nú varst þú sóttur suður yfir heiðar til þess að leikstýra þessu verki en þú ert hérna frá Húsavík. Já, ég er fæddur hérna á uppalinn, svona framöndir menntaskólaaldur. Já, ég er hérna. Og hvernig er að koma aftur á heimaslóðir og standa í þessu? Það er náttúrulega bara eitthvað sem alltaf stóð til að ég myndi gera. Þetta var alveg svona svolítið eins og að setja upp þetta leikrit var eitthvað sem ég ætlaði að gera einhvern tímann, þá var það að leikstýra á Leikfélag Húsavíkur eitthvað sem ég ætlaði að gera einhvern tímann, þannig að það er að styttast listinn sem það sem er á eftir sko. En nú er þetta nokkuð öðruvísi verk heldur en leikfélagi hefur verið að setja upp undanfarið? Já, kannski alveg undanfarið, þetta er ekkert, leikfélagi hérna hefur nú alltaf sett upp reglulega sko svona alvarlegri verk sko, það er ekki eintómir farsar hérna, það hefur verið mjög fjölbreytt sko, þannig að það er alveg sett upp verk eins og Sölumaður deyr og svona verk sem að teljast þyngri verk sko og eru svona áskorun fyrir leikara. Þetta er það einmitt sko, þetta er fyrir leikarana er þetta svona svolítið bitastæði hlutverk sko. Þannig að það hefur alltaf verið svona með hérna. En það styttist óðum í frumsýningardaginn sem er laugardaginn 7. febrúar. Já. Hvernig hafa æfingar gengið og verðið þið klár á Já, það har gengið bara alveg ljómandi. Það er svona
Það verið svona pest sem hefur gengið svona gegnum leikhópinn svona, en það hefur aldrei verið neitt, það hefur alltaf verið bara 1 til 2 í einu, þetta er náttúrulega skipulagt, þannig að maður æfir sér bara fram hjá því, þetta er standard sko, það er alltaf ein pest eða flensa sem gengur í gegnum, maður er bara með fegin, menn það er ekki hópur sem vext, ekki bara eins og spilaborg sem maður hefur lent í. En ja, þetta er allt bara á góðum gír og það verður allt saman tilbúið þegar Allir frískir á frumsýningadaginn. Það verður búið þá. Ég held að mér reynst að reyna út að þetta klárist núna helgina. Hvað er hér á seyði? Að leggjast. Ég sagði þér alveg. Sagði það vel. Maður haga sér ekki svona. Þú kannt ekki að manna sér. Hvers slags framkoma er þetta eiginlega? Þú spurði ekki eins. Já, við erum allt í einu orðnir 2. Ég er ösku illur! Heyrðu það? Ég spurði það. Spurði ég þig ekki? Hvað